Jæja, komið öll sæl og blessuð, þá held ég að sé nú að verða kannski tímabært að fara bara að byrja. Svona nokkurn veginn á réttum tíma, fólk nú reyndar enn að ganga í salinn. En ágætu gestir, ég vil fyrir hönd atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins og Byggðastofnunar bjóða ykkur velkomin hingað í dag þegar við kynnum niðurstöðu sviðsmyndagreininga fyrir búsetuþróun á Íslandi til ársins 2030 og ræðum hver áhrif þær kunna og ættu að hafa á byggðastefnu og byggðaáætlun. Sviðsmyndagreiningarnar sem Framtíðarsetur Íslands hefur haft umsjón með og kynnir hér á eftir eru einn af mörgum þáttum í vinnu við gerð byggðaáætlunar fyrir árin 2017 til 2023 sem nú stendur yfir. Þessi vinna fer fram samkvæmt nýjum lögum byggðaáætlanir og sóknaráætlanir frá 2015. Með þessum nýju lögum skapað nýtt áhald byggðaáætlun fyrir allt landið til 7 ára sem nær þá líka yfir höfuðborgarsvæðið og sóknaráætlanir 8 landshluta. Gert ráð fyrir því að þessi tveir flokkar áætlana spili saman og hafi sama gildistíma. Þó áhaldi sé gott sá tími knappur sem Byggðastofnun fengi til þess að vinna tillögu að byggðaáætlun. Við þurfum víðtækt samráð á stuttum tíma ásamt því að horfa fram á veginn. Enn hefur ekki verið sett stefna fyrir byggðaþróun á Íslandi til framtíðar. Við höfum horft stutt fram í tíman en ekki mótað sýn til framtíðar fyrir byggð í landinu. En það nú eitt hvernig sviðsmyndir greinast og annað hvernig við viljum að byggð verði í landinu þegar horft til framtíðar. Umræða byggðamál og byggðaþróun hefur auðvitað eins og þið þekkið allvel einkennst býsna mikið af því að höfuðborgarsvæðinu og öðrum hlutum landsins stillt upp sem andstæðum en ekki af skilningi og virðingu á stöðu, hlutverki og þörfum hvers landshluta. Til dæmis heyrum við að fjárveitingar til vegagerðar séu ósanngjarnar ef miðað við íbúafjölda og svo framvegis. Við þurfum að komast upp úr þessu fari. Við þurfum að ræða byggðaþróun af skilningi á stöðu hverrar byggðar, líka höfuðborgarsvæðisins. Þróun einnar byggðar háð þróun annarar og við verðum að sjá byggðaþróunina í samhengi í heild. Það eimir auðvitað enn eftir af sveitarfélagaskiptingu frá þeim tíma þegar að sveitarfélög veittu litla þjónustu en okkur hefur þó miðað áfram. Öflugri sveitarfélög og þéttbýlisstaðir skapa grundvöll fyrir bætta þjónustu á nærsvæðum. Skilningur og því að sveitarfélög vinni saman hefur vaxið og sóknaráætlanir landshluta eru mikilvægt áhald fyrir slíkt samstarf. Höfuðborgarsvæðið auðvitað mikilvægt fyrir landið allt og það sem þar gerist hefur áhrif allt land. Höfuðborgarsvæðið í samkeppni við erlenda borgir fólk og fyrirtæki og best íslenskra byggða búið til þess að standast slíka samkeppni. Á höfuðborgarsvæðinu stjórnsetur Íslands og mikilvægustu stofnanir landsmanna og þó að við eigum þær allar sameiginlega þá vitum við að í hverri byggð verður ekki jafnt aðgengi að slíkum stofnunum. Við munum ekki byggja nema eitt stórt hátæknisjúkrahús og vitum að því verður best fyrir komið á höfuðborgarsvæðinu. En íbúar höfuðborgarsvæðisins þurfa hins vegar að skilja ábyrgðina sem fylgir þessu gagnvart öðrum byggðum landsins. Við þurfum að bæta samgöngurnar til þess að auðvelda aðgengi að þjónustu. Það sameiginleg ábyrgð en ekki spurning íbúafjölda. Vegagerð hvar sem á landinu hagsmunamál allra. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu þurfa líka að skilja að sameiginleg starfsemi þarf ekki öll að vera á þessu svæði. Þó opinber starfsemi sé sett niður annan staðar ekki þar með sagt að það rýri samkeppnisstöðu eða búsetugjáð á höfuðborgarsvæðinu. En Ísland auðvitað fámennt. Það liggur langt frá öðrum löndum kannski á mörkum hins byggilega heims og Reykjavík lítill bær í alþjóðlegu samhengi. En við getum auðvitað verið stolt samt af höfuðborgin okkar. Og að sama gapi þá getum við verið stolt af öðrum byggðum landsins. Við þurfum umræðum byggðaþróun sem byggist á raunsærri sjálfsmynd og sanngirni. Það nýja áhald sem okkur hefur fengið með nýjum lögum byggðaáætlun og sóknaráætlanir gerir kröfu að við ræðum byggðaþróun á Íslandi á raunsæjan og skynsaman hátt. Horfum til framtíðar, metum framtíðarhorfur og hvernig við best bregðumst við. Byggðastofnun hefur leitast við að vinna nýja byggðaáætlun í opnu ferli, leita eftir samráði við ráðuneyti, landshlutasamtök sveitarfélaga og almenning. Mikilvægur þáttur í þessari viðleitni sú sviðsmyndagreining sem hér verður kynnt á eftir og umræður ykkar, gott fólk, niðurstöður hennar. Að fá fram hlutlaust mat á áhrifum þeirra drifkrafta sem úrslitum valda og umræður hvort og þá hvernig að bregðast við með stefnumótun og áætlanagerð hins opinbera fyrir byggðaþróun í landinu. Við sækjumst eftir umræðu á þessum grundvelli, umræðu þar sem framtíðarþróun byggð á Íslandi skoðuð í samhengi, þar sem heildarmyndin viðfangsefnið. Í morgun kynntu starfsmenn Framtíðarseturs Íslands sem greint hafa sviðsmyndirnar vinnum við þær og helstu niðurstöður fyrir verkefnisstjórn og ráðgjafarráði gerð byggðaáætlunar.
Að mínu viti þá tekist allvel til og góðu grundvöllur fengist fyrir umræðu af þeim toga sem við sækjumst eftir fyrir mótun byggðastefnu og byggðaáætlunar. Ég vil þakka þeim gott starf og öllum þeim sem lögðu á sig vinnu og ferðalög til þessa verks. Ég vænti mikils af umræðum hér í dag og þakka ykkur öllur fyrir að leggja okkur lið. Nú, Herdís Sæmundardóttir, formaður stjórnar Byggðastofnunar, mun stýra þessari ráðstefnu hér í dag og ég bið hana að koma hér upp og taka við stjórn fundarins og segi ráðstefnum búsetuþróun á Íslandi til ársins 2030 setta. Komiði sæl, ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin hingað til okkar í dag. Eins og Aðalsteinn sagði að þá þessi ráðstefna enn einn liðurinn í því að safna að okkur hugmyndum og tillögum til þess að setja inn í þá byggðaáætlun sem nú í smíðum til næstu 7 ára. Og það okkur mjög mikilsvert að það komi fram sem flest sjónarmið og að við leyfum okkur svolítið að fljúga hátt og skoða alla möguleika og til þess að geta sett fram raunhæfa og góða áætlun fyrir byggðarlagið Ísland. Ég vona að þessi dagur verði okkur öllum ánægjulegur og gagnlegur, en áður en að ég kynni sjálfa dagskrána og fer svona ofan í praktísk atriði að þá vil ég bjóða ráðherra byggðamála Gunnar Bragi Sveinsson að gjöra svo vel að koma hérna og ávarpa okkur. Gjörðu svo vel. Já, ráðstefnustjóri og ágætu ráðstefnugestir. Ég vona nú að ég feikti nú ekki þessari tölvu sem hér. Það ekki óalgengt eitthvað að fara af stað þegar ég að flytja ræður með þetta. Og þá ekki meina bara í Framsóknarflokknum. Ég vil hegja mál mitt á því að þakka fyrir þessa ráðstefnu í dag, þar sem við ætlum að rýna inn í búsetuþróun og til ársins 2030. Ég held að það sé nú bara hollt að ræða byggðamálin bara af hreinskiptni og það ætla ég að leyfa mér að gera og hef alltaf gert og ætla að gera áfram. Það við eigum ekkert að líka á skoðunum okkar þegar við ræðum þessi mikilvægu mál. Ég tel að ég og við sem erum að starfa saman í dag að þessum byggðamálum höfum býsna góða sýn á það sem að framöndan og hvað við þurfum að gera. En við þurfum að reka hér öfluga og skapandi byggðastefnu fyrir landið allt og okkur ber að gera það og við eigum að gera það. En hvers vegna byggðastefnu og af hverju erum við að gera byggðaáætlun? Meginrökin fyrir því að það Íslandi og íslensku samfélagi nauðsynlegt að allt landi sé í byggð. Það einfaldlega þjóðhagslega hagkvæmt, ekki bara fyrir landsbyggðina, heldur líka fyrir höfuðborgarsvæðið. Að það sé kraftmikil og verðmætaskapandi samfélag hringinn í kringu landið. Og öflug landsbyggð gefur höfuðborginni þrótt. Og að sama skapi kraftmikið höfuðborgarsvæði landsbyggðunum öllum mikilvægt til frekari sóknar. Og hvorugt getur án hins verið, alveg eins og við þekkjum utan landi að fyrir bæjarfélögin þéttbýlið nauðsynlegt að hafa sterkar sveitir og öfugt að sjálfsögðu. Hér á eftir munum við meðal annars skoða ólíkar sviðsmyndir það hvernig mál geta skipast fram til ársins 2030. Ég geri ráð fyrir því að það verði alltaf því ginning og gap á milli þeirra sviðsmynda sem að fjærst hvor annarri, en það líka markmið að stilla upp valkostum, þannig að menn átti sig á því hvaða kosti framtíðin felur í skauti sér. Og kannski ekki síður, af hverju enduðum við á þeim stað þar sem að raunin varð á. Og allar okkar ákvarðanir í dag hafa áhrif inn í framtíðina. Og það því eins gott að við vöndum okkur og höfum skýra framtíðarsýn og fullvissu það hvert við viljum fara. Hér kemur ábyrgð margra, ríkisvaldsins, sveitarfélaga, fyrirtækja og raun hvers okkar eins. Það mun örugglega vera þungbúið skýjafar yfir landsbyggðunum í einhverjum af þeim sviðsmyndum sem að kynntar verða hér eftir. Ég hef ekki hugmynd það en ég geri ráð fyrir því. Þar mun verða sýnt hvernig sumum svæðum hefur hnignað jafnt og þétt til ársins 2030. En það góða við þessa sviðsmynd að þarna sjáum við inn í framtíð sem ekki má verða veruleika, verður þetta dregið hér upp eftir. En leið getum við betur átt okkur á því hvað misfórst og fyrir vikið getum við gripið harkalega í stjórnartauman og þannig ekki fari enn verr eða illa. Að samaskapi mun vera brugðið upp bjartri sviðsmynd af landsbyggð í blóma þar sem kraftur í atvinnulífi, sókn í nýsköpun og smjör drýpur að hverju strái. Ég geri líka ráð fyrir þessi mynd kom upp þó ég hef ekki hugmynd það.
En þetta myndin sem ég vildi helst af öllu hafa hangandi heima í stofunni hjá mér. Og þetta myndin sem ég ætla að leggja alla mína starfskrafta og þrótt í að geti ræst. Ekki bara vegna þess að ég og við sem eru þessar skoðunar trúum á mátt og megin landsbyggðarnar, heldur fyrst og síðast vegna þess að þannig tryggum við best hag Íslands alls. En hvað þarf til þess að þessi fallega sviðsmynd verða veruleika? Þá þarf að taka afgerandi ákvarðanir. Ein slík ákvörðun sem ég trúi að muni hafa grundvallaráhrif í búsetuþróun í veikari byggðum landsins felst í skattalegum ívilnunum. Ég geri mig grein fyrir að þetta getur verið pólitískt hitamál. En þetta var nú eitt af mínum fyrstu embættisverkum í vor í ráðuneyti byggðamála að fela Byggðastofnun að útfæra slíkar tillögur og munu þær vonandi birtast í nýrri byggðaáætlun. Þær leiðir sem við erum helst að horfa í lækkun á tryggingagjaldi því lengra þeir komið frá höfuðborgarsvæðinu, lækkun á ferðakostnaði fyrir þá sem sækja vinnu langt að og niðurfellingu eða afslátt af námslánum hjá fólki sem býr á svokölluðum veikum svæðum. En ég hugsa ekki að finna fjöldanallan öðrum tilum sem myndu falla undir þetta. En það hvernig búseta þróast er reynd niðurstaða samkeppni á milli svæða, landsbyggðar, borga, þjóðlanda. Og það er lykilatriði að það mun engin byggð vaxa á dafna ef engin vill búa þar. Þess vegna verðum við að skilja hvað það er sem ræður vali fólks og búa þannig hnútana í uppbyggingu hvers kyns innviðir að Íslendingar allir búið þessi jafnastan kost. Og mér langar að bæta hér inn í þessa ræðu að ég er þeirra skoðunar, það er mín persónulega skoðun, að byggðamálin eigi að heyra undir forsætisráðuneytið. Það er ekki vegna sem ég vil enda losna við úr atvinnuvegaráðuneytinu. Þetta er vegna þess að í forsætisráðuneytinu þar eru tækifæri til að halda í alla þræði. Það er það ráðuneyti sem getur kallað eftir og skipa meira fyrir heldur nokkuð annað ráðuneyti. Og við þurfum hreinlega að skipa fyrir í byggðamál. Ég ítreka það að byggðaþróun er ekki eitthvað náttúrulögmál. En mér langar að nefna líka að byggðastefna sem á að halda, hún verður að byggja á því að ungt fólk sjáu sér framtíð í byggðarlaginu. Okkur er tamt að tala um nýliðun þorskstofnsins, en nýliðun í hópi íbúa í hinu fjölbreyttu byggðu landsins verður líka að vera rétt. Fjarskipti verður einfaldlega verið lægi, svo dæmis er tekið. Og sama gildur samgöngur hvers konar, afhendingar og öryggi rafmagns og ekki tala heilbrigðis og skólamál. En byggðaþróun er summan af ótal atriðum sem gefa okkur ákveðna útkomu. Yfir sömu breytunum höfum við fullt vald, en yfir öðrum, svo sem duttlungu náttúrunnar, getum við lítið gert. En það blasir þó við að aðstæður fyrir kraftmikli sókn í hinu fjölbreyttu byggðum landsins hefur sjaldan verið betri en þessar mundir. Mér langar að nefna nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá er ástand efnahagsmála með allra besta móti og staðan hefur tekið algjörum stakkaskiptum á síðustu árum. Það er nánast alveg sama hvaða hagvísar eru skoðaðir, þeir vísa allir í rétta átt. Í annar stað þá eru flestir mikilvægustu fiskistofnar í sókn og aðstæður í sjávarútvegi og fiskeldi hagfelldar. Í þriðja lagi þá eru mikil sóknarfæri í íslensku landbúnaði og íslenski matvælaframleiðslu almennt. Og í fjórða lagi vil ég svo nefna þann mikla vöxt sem er í ferðaþjónustunni. Og meirihluti þessara ferðamanna er hingað kominn yfir hafið til að skoða íslenska náttúru og allt það sem íslenskt er. En þegar við setjum svo allt þetta í samhengi við grunnverkfærin okkar, samtali við fólkið, stýrihóp stjórnarráðsins byggðamál, sóknaráætlun landshluta og stefnumótandi byggðaáætlun 2017 til 2023, þá er það algjörlega skýrt í mínum huga að okkur sem samfélagi eru allir vegir færir. Og tækifærin blasa við, verkfærin eru til reiðu, en það er viljin allt sem þarf. Takk. Já, við þökkum ráðherra kærlega fyrir hans brýningu. Nú við förum þá bara, vindum okkur að dagskránni. Hér munu hefja leikinn þeir Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson frá Framtíðarsetri Íslands sem er þjónustu- og rannsóknarsetur á sviði framtíðarfræða. Framtíðarsetrið er einn af þeim fjölmörgu aðilum sem að Byggðastofnun hefur kallað til þess að hjálpa okkur að móta þessa byggðaáætlun og það má segja að þeirra vinna hér undanfarna vikur fyrir Byggðastofnun er grundvöllur svona að umræðunum hér í dag. Þeir hafa sett sína vinnu, þá sviðsmyndagreiningu sem að þeir hafa unnið í skýrsluna sem að liggur hér á borðshorninu. Ég vona allir séu búin að ná sér í þessa skýrslu
Ef ekki þá bið ég ykkur bara að gjöra svo vel og ná ykkur í eintak. Það er svona þessi skýrsla þar sem í henni sem er svona liggur til grundvallar umræðunum hér í dag. Þegar þeir hafa kynnt sína vinnu í það bil klukkutíma, þá kemur Þóroddur Bjarnason, prófessor við Háskólann á Akureyri og sem jafnframt er fyrrverandi formaður Byggðastofnunar, stjórnar Byggðastofnunar. Hann ætlar og formaður ráðgjafaráðs sem sagt í þessari vinnu við byggðaáætlun. Hann ætlar að draga út punkta og atriði úr þessari kynningu þeirra framtíðarsetursmanna og síðan að kynna þá punkti að þeir eru grundvöllur umræðnanna sem fara fram hér í hópum á eftir. Það er mikilvægt að þeir sem að hér tali í þennan mikrofón hérna því að þetta er allt saman tekið upp. Eftir að Þóroddur hefur svona tekið þræðina í sínar hendur hér á eftir þá við náum okkur í kaffi og með því vonandi þarna 2:30 því að þá hefjast umræðurnar í hópum og við höfum skipað hópstjóra í hverjum hóp og þið sjáuð á borðunum hjá ykkur þá eru svona litlar smáhlöður. Þetta er nýyrði sem Árni Ragnarsson, starfsmaður Byggðastofnunar, bjó til. USB-lykill, heitir hérna frá smáhlaða. Ég ætla að biðja ritstjóran á borðunum að vista það sem að fer í tölvurnar sem að við munum þá nota líka í endanlegri mótum byggðaáætlunar. Hóparnir munu stuttlega kynna sína niðurstöður og síðan verða þá almennar umræður niðurstöður úr hópunum. En aftur, hér inni eru 50 manns allstaðar að landinu sem eru í því alla daga að hugsa og spá í hvernig megi treysta byggðina þeirra umhverfis þá og hvaða þættir það eru sem að geta orðið til þess að þróa byggðirnar í dreifbýli og í þéttbýli til betri vegar, þannig að ég vænti mikils af þessum degi. En ég ætla ekki að orðlengja þetta, heldur bjóða þá Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson að koma hingað og kynna þessa sviðsmyndagreiningu. Gjörðu svo vel. Já, góðu ráðstefnu gestir og ráðherra. Það var einstaklega gaman að vinna þessu verkefni. Þetta var fjölbreyttur hópur sem kom að verkefninu og sem gaf okkur hráefni í það sem er í þessari skýrslu. Það má segja það að hráefnisöflunin hafi verið á margvíslegum toga. Við áttum viðtöl við svona helstu hagaðila varðandi sveitarstjórnarmál og svona þeir sem láta til sín taka atvinnuþróun og búsetuþróun á landsbyggðinni. Svokölluð svona djúpviðtöl sem gaf okkur heilmikið til þess að síðan að skipuleggja 3 vinnustofur sem við starfræktum og það voru alls 45 mann sem tóku beinan þátt í þeim vinnustofum. Síðan var gerð netkönnun þar sem 83 sveitarstjórnarmenn og áhrifaaðilar svöruðu tilteknum spurningum búsetuþróun til ársins 2030 og þetta ásamt fyrirliggjandi skýrslum eiginlega mynda þetta plagg þó að það sé nú ekki mjög þykkt að þá á það að vera ögrandi og svona dálítið gefandi til frekari umræðina alveg eins og markmiðið er sett hérna eins og fram hefur komið. Nú, hvað eru sviðsmyndir og drifkraftar? Þetta eru svona hugtök sem við notum mikið í þessari vinnu og ekki síst þá drifkraftana sem kem aðeins að síðar. En markmið sviðsmynda er ekki að segja fyrir framtíðina, heldur búa okkur betur undir það að lifa með óvissunni, skilja í hverju hún felst, raunverulega bara njóta óvissunnar, takast á við hana og móta þá samfélagi með hliðsjón af því sem
við teljum ógn okkur eða sé veikleika í okkar hlutum. En sviðsmyndin segir ekki til hvort er gott eða vont, hún segir bara tiltekið ástand með hliðsjón af þeim kröftum sem valdir eru til þess að móta sviðsmyndina. Við segjum hérna að sviðsmyndir byggja á fyrir atvinnuþróun, þarf opna umræðu alveg eins og á sér stað hér í dag breytingur á framkvæmd, fá fram nýjar áskoranir og ný viðhorf og draga fram lausnir sem þarf til þess að ná þeirri mynd sem við viljum lifa í komandi framtíð. Og síðan er alls konar tæki og tól til þess að ná þeirri stöðu og það er ekki síður þar að ræða samstarf og við setjum hana fram eins og til dæmis klasasamstarf fyrirtæki og stofnana og þess vegna meðal sveitarfélaga. Og þetta er svona grunnurinn að þeirri uppbyggingarvinnu sem við leggjum drög að. Aðeins er rétt þess að skerpa á þessu, vegna þess að draga það fram að sviðsmyndir eru ekki sem sagt framtíðarsýn, þetta er ekki einhvern ákjósanleg staða sem við sækjumst eftir, heldur er þetta afleiðing af einhverju sem fram kemur. Þetta er ekki spá, þetta er ekki stefna, þetta er ekki framreikningur. Við notum heilmikið að reikna okkur fram tölulega staðreyndir og kemur að því aðeins síðar hér, en það er ekki raunverulega eðli sviðsmyndana að framreikna eitt eða neitt, heldur leyfa tölunum að njóta sín með hliðsjón af því sem sviðsmyndin lýsir. Þannig að þetta er svona öflug aðferð til að skilja umhverfið og skapa samla skilning á hvað er rétt að gera og taka þær ákvarðanir sem við þurfum að gera í dag til þess að móta framtíðina, koma henni og hanna þau tækifæri sem við höfum til staðar. Við erum með kafla í skýrslunum okkar sem við segjum hérna nokkri punktar núverandi stöðu og blaðsíðu 7. Það kemur þessi mynd fram. Við reyndum að skera það dálítið niður hvað við myndum vera að setja í kastljósið í hvað varðandi núverandi stöðu. Við erum að fjalla búsetu þróun og þá auðvitað þróun mannfjöldaþróunar eftir svæðum og svo framvegis. Og þetta er svona mynd sem við töldum að vera dálítið afgerandi varðandi þróun á stöðun í dag. Þið sjáið þar að þar eru fækkun íbúa allmörgum svæðum, sérstaklega á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Og síðan talan hérna sem í sveganum, hún segir það segir hlutfallslega fækkun miðað við þann fjölda íbúa sem hefur þróast frá árinu 2016 til ársins. Og þar sjáum við að þar á Vestfjörðum hefur þessi hlutfallslega fækkun verið 35% á heildinni og 30% á Norðurlandi vestra. Það eru auðvitað aukning á ákveðnum stöðum, en með hliðsjón af, ef við tökum þessi dæmi bara á Austurlandi, þar fjölgun í Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði, en öllum öðrum jaðarsvæðum, eða getum orðað jaðarsvæði eða byggðakjörnum, öðrum byggðakjörnum réttar að nefna, þar er verulega fækkun. Og þetta auðvitað dálítið ískyggileg staða, ef maður hugsaður þetta er ekki langt tímabil, og hvernig mun þetta þróa síðan til ársins 2030. Það er sem sagt kannski það sem við þurfum að huga á, viljum við sjá sambærilega þróun og þessi mynd sýnir fyrir þetta tímabil. Og við lékum okkur af því að nota línulega sem sagt framrekna töluna frá 2000 til 2016 fjölda og bættum síðan við til 2030 eiginlega starfsmannafjölda sem bara ferðaþjónustan þarf að halda með við þá spár sem gefnar hafa verið varðandi fjölgun ferðamanna til ársins 2030.
Og þar notuðum við gögn og vitnum í gögn frá Arion banka og Isavia og þar kemur þessi tal upp, 450 manns þurfa að búa hér á landi til þess að geta annað þeim því sem við erum að fást við og þá það spurningin hvernig höndlum við þessa aukningu? Hvað þurfum við að gera? Hvað þurfum við að byggja upp? Hvernig ætlum við að standa að málum hvað þetta varðar? Auðvitað koma hérna aðrir inn og það er önnur tafla hérna sem sýnir til dæmis fækkun starfa í hefðbundnu greinum. Það auðvitað hjálpar okkur aðeins að færa til mannskap frá einni grein til annara en þetta er óheyrileg fjölgun íbúa á þessum tiltölulega skömmum tíma. Nú, eins og við segðum, við tókum viðtöl við ansi marga aðila úr atvinnulífinu, stjórnsýslunni og sveitarstjórnarstiginu og ég ætla aðeins að birta nokkuð svona tilvitnanir til þess að gefa til svona kynna hver viðhorf voru og hvað menn voru að leggja áherslu á og í rauninni er fleiri slíkar tilvitnanir í skýrslunni hjá okkur. Við tókum bara nokkuð dæmi en bak við hverja tilvitnun er raunverulega sko 3-4 tilvitnanir sem bakka þessa tilvitnanir upp frá öðrum aðilum. Og hérna til dæmis við höfum vanmetið í gegnum tíðina að Ísland er í samkeppni við önnur lönd en einblínu á innbyrðis keppni milli svæða og mannauð og búsetu. Þetta var mjög algengt skoðun og viðhorf. Aukin þróunarvinna í sjávarútvegi er nauðsynleg sem kallar á stærra hagkvæmni. Fyrirtækin verða á færri stöðum og þau verða ekki nema 3-4 auk fyrirtæki sem stunda smáútgerð. Þetta er ekki það sem ég vil en ég skil atvinnugreinina. Ég held að hrepparnir okkar munu aldrei samþykkja sameiningu, það er ekkert sem breytir því. Þess vegna verðum við að setja reglur lágmarksfjölda íbúa í sveitarfélag. Mikið rætt fjölda sveitarfélag, hvers eðlis það er, hversu margir þeir ætti að vera, þriðja stjórnunarstigi og svo framvegis. Við vanmáttu aðdraðar höfuðborgarinnar, það að fólk veldi að fara í Kringluna, kaffihús og slíkt, frekar en að fara í berjamó. Á hvaða forsendum drögum við unga fólki út á land? Spurningamerki. Stjóriðan duður ekki ein sér. Mikið rætt og þið sjáðu kannski í bókinni, í ritinu að það er svo sem ekki mikið fjallað kvóta í þessu riti og vegna þess að fólk taldi ekki mikilvæg óvissu hvað það varðar. Og þetta er mjög mikilvæg, en sú þróun var sjálfur sér það var ekki mikil óvissu í kringum það. Þéttbýliskjarnarnir á Suðurlandi hafa sérstöðu. Ef atvinna brest þá er hún sótt í aðra kjarna eða til Reykjavíkur. Það vantar þor hjá stjórnmálamönnum að láta til sín taka á sviði byggðamála. Alls konar leiðir eru færar, bara spurningum vilja. Hreinræktuðum sjávarþorpum hefur fækkað því krafa fjölbreytni. Konur drífa byggðaþróun. Þær fara og karlinu koma eftir. Nú, eins og ég nefndi, þá ýmsir drifkraftar kallaðir fram í þessari hópvinnu okkar. Við höfum sérstakt drifkraftaverkstæði og tvö verkstæði sem gerð sviðsmyndana og í ritinu eru nefnd fjöldin allar á drifkraftum sem er svona úrval af því sem kom fram og þetta er enn frekar kannski úrval af því sem við vildum nefna hér. Við hafa mikið rætt innviða uppbygging, hvers eðlis þeir ætti að vera og svo framvegis. Umhverfismál, mikið rætt viðhorf og hugvit íbúa til búsetu, viðhorf stjórnvalda í byggðamálum, mikið komið inn á þau atriði, ferðaþjónustu og umræðum grunnatvinnuvegi. En í rauninni síðan erum við tökum við út, var samkomulag að einblína á 2 krafta sem hefði afgerandi áhrif á þróun byggða sem er samsett úr þessum
kröftum hér, en auðvitað í öllum sviðsmyndunum þá virkaði hinn og hinn ýmsir kraftar þess og kruss á hverja mynd út af fyrir sig. Sævar, vilt þú ekki segja nokkur önnur? Ráðherra, góðu gestir. Ég ætla að fá að halda eins áfram með kynninguna þá núna. Eins og Karl kom inn á áðan þá völdum við, voru valdir tveir svona þættir, óvissu þættir sem menn töldu vera sterkast og hafa mest áhrif á búsetuþróun til framtíðar af öllum þeim sem voru og veltu báður. Og þessa þætti tökum við og reynum að strekkja svolítið á þeim. Við kallum eins og ofta að strekkja á lérefti. Við strekkjum á til sikkur áttina. Og ef ég byrja á þeim sem heitir aðgerðir stjórnvalda vegna búsetuþróunar, og þar var sérstaklega tekið fram ekki bara viðhorf stjórnvalda til búsetuþróunar, heldur aðgerðir, raunhæfar aðgerðir stjórnvalda til búsetuþróunar. Og þær geta þróast, sem sé með þeim hætti annars vegar, að stjórnvald hafa nú ekki mikinn áhuga á því með að sinna þeim þætti. Þau líta svo á að kannski það sé meira réttara eða peningum hins opinbera í að byggja upp aðra innviði, til þess í þéttbýlinu og slíkt. Og það gera verkum að vegakerfi fer fyrir að molna úr því, og fjarskipti fylgja kannski ekki tæknið þróun, ekki komið ljóslegar alltaf hvernig sem það er. Og opinber þjónusta, hvort sem það er við heilsugæslu eða menntunar og slíkt, fer svolítið aðeins að draga saman, sérstaklega í hinum dreifðu byggðum. Og hinum áttinni á þessum ás, að þá hafa hins vegar stjórnvöld ákveðið það að leggja verulega fjármuni til fjárfestingar í innviðum, styrkja vegakerfi um land allt, auka samkeppnishæfni dreifðra byggða og búsetujafnrétti. Hvort tveggja getum við heimfært örugglega. Ég ætla ekkert að fara að gera ráðherra upp skoðun á því hvor minn hann myndi vilja vera, ég þykist alveg vita það. En margir aðrir kollegar hans myndu örugglega vera með mismunandi skoðunir á því hvað menn myndu vilja vera að gera. Nú, ef ég held áfram að tek hinn ásinn sem við völdum, það var áhersla íbúa á þessu við sögum sjálfbærni. Þarna stiftuðu saman viðhorfi almennings til búsetu, samfélagslegra þátta, umhverfismála og náttúru. Og ákveðum að nota orðið sjálfbærni sem svona reglífa orð í þessu sambandi, þar sem að við getum orðað þannig að nýting náttúru auðlinda verið varanleg á öðrum megin. Þá erum við að taka tillit til svona komandi kynslóð í framtíðinni og slíkt, huga félagslegum, efnahagslegum áhrifum og slíkra þátta annars vegar, og hins vegar og hinn á sinn, þar sem að íbúar hafa nú ekki sérstaklega mikið áhuga kannski á þessum þáttum slíkum. Það meiri kannski áhersla á svo getur kallað svona neysluhyggju og umhverfismál er kannski ekkert svona aðalatriði, menn meira spá kannski í það svona hvernig menn eru að sinna, hvað getur verið hugbúnað, þróun, það getur verið allskipt þætti, þótt að vissulega getur margt svona komið saman, ekki endilega að segja þessu sinni hugbúnað þróun sé ekki umhverfisvænir, en allan að menn eru svona annars vegar með meiri áherslu á að nýta svona og framleiða og neyta úr heimabyggð og nýtingu auðlinda úr heimabyggð, veistu það mitt að vera kannski með minna áherslu á það í hinni sviðsmyndinni, hinum ásnum. Og við að steypa þessum tveimur ásum saman, að þá verða til 4 sviðsmyndir, og þær vera annars vegar, eins og kemur hérna fram, þess að þeim megin sem að aðgerðir stjórnvalda eru með þeim hætti að það er nú ekki mikla áherslur á búsetuþróun hérna megin, en aftur á móti einstaklingarnir hafa meiri vilja til sem þetta að gera eitthvað, að þá var það svona talað það að það væri svona gott dæmi það sem að væri svona meiri einkavæðing hugsanlega, þar væru íbúarnir að taka þá af skarið. Við getum reynda að sé þetta til dæmis strax í dag, við höfum dæmið til dæmis frá Neskaupstað, þar sem að fyrirtæki fóru einmitt í það að byggja upp flugvöllinn og eflaust á fleiri stöðum sömuleiðis. Nú, og hinum einu ástöðum getum við sagt þar sem að stjórnvöld hafa mikinn áhuga á því
að byggja upp og leggja mikið í búsetuþróun, þá hét sú sviðsmynd og íbúðirnir sem sé ennþá mjög fylgjandi þessu hugafæri, sjálfbærni og slíku, að þá sú sviðsmynd fekk nafnið Holtasóli og skýri þær aðeins betur á eftir. Og ef að íbúðirnir missa kannski hafa ekki sama áhuga eins og stjórnvöld á því að hlúa búsetuþróun og vilja bara fá að vinna það sem þeim sýnist eða vera það sem þeim sýnist, en stjórnvöld aftur á móti meira áhuga þegar mynda að reyna svona að tryggja landslægið, að tryggja möguleika til búsetuþróunar, að þá fékk sú sviðsmynd nafnið Smiðjan með tilvísun til þess að það geti verið annars vegar hugsmiðja, það geti verið vélsmiðja, það geti verið hvað smiðja sem er, og ég mun ennþá aftur tala betur um það eftir. Og svo í lokinna þá síðasta sviðsmyndin þar sem stjórnvöld hafa lítinn áhuga á búsetuþróun og einstaklingarnir eða íbúarnir, að þeim sem sömulegis heldur ekkert mikið að spá í þessa sjálfbærni eða nýtingu náttúrulegra auðlinda, heldur að nýta svona aðra þætti, nýta hugvitið jafnvel og slíkt. Það er svona einn dæmigerða svona borgarmenning og enn og aftur það er hlutverk okkar hjá framboðssetrinu og okkar Karls að reyna að draga fram í öllum sviðsmyndum bæði þættir sem að menn getur sagt eru jákvæðir en eru líka ekkert sérstaklega jákvæðir. Þannig að við fylgjum því að eins dauð er annars brauð og það er alveg ljóst að fyrir sum sveitarfélög eru sumar sviðsmyndirnar hér bara alveg hreint fínar, en sumar sviðsmyndir geta verið bara alveg hábölvaðar fyrir önnur sveitarfélög. Þannig að ég ætla að fjalla núna sem sé þessar 4 sviðsmyndir bara í stuttu máli og byrja á Ísland EHF. Og þarna eru við sem sé að velta í upp að stjórnvöld hafa sem sé miklar áherslur það að efla þéttbýliskjarna, og ef þeir eru með opið skjalið þá erum við með svolítið lýsandi myndum, þannig að þetta er blaðsjö 18. Þarna niður er líka hvernig við sjáum fyrir okkur að það gæti svona symbolist eða dæmigert fyrir þéttinguna á þéttbýliskjörnum þegar verða fáir, en við sjáum fyrir okkur reynda líka með að það verður búið að fækka verulega sveitarfélög, það verður jafnvel komið niður í 8 í þessari sviðsmynd og enn oftur þá tekið fram. Þetta er árið 2030. Nú, íbúarnir hérna eru með sterka samfélagslega vitund umhverfismál og nýtingu auðlinda og slíkra þátta og vilja gera sitt til þess að bregðast við þótt að stjórnvöld sé ekki alveg hreint að spila með, og eins og ég sagði að þá verða til sem sé frumkraftar af einkaframtaksins og grípa þarna inni sem er kannski lýsandi fyrir nafngiftina. Nú, það má þarna geta til dæmis að þarna hefur samgöngur og margvísleg opinber þjónusta verið einkavædd. Við getum oft verið að velta fyrir okkur, það er athyglisvert og við getum örugglega öll okkar svona aðeins í okkar eigin hugar ranni fundið einhverja tilvísun í eitthvað sem er að gerast jafnvel nú þegar í kringum okkur, þótt að við séum yfirleitt öllu jöfnum þegar við erum að búið til þessar sviðsmyndir, þá reynum við að vera með svona punktin hérna á miðju X og Y ársins þar sem þeir skerast, að þá getum við strax fundið með alltaf eitthvað sem er að gerast þarna. Til dæmis getum við farið að hugsa ekki alls fyrir löngu var Reykjavíkurborg að einkavæða eða það sé að bjóða út rekstur og 2 einkareknum ekki hjúkrunarheimilum heldur heilsugæslustöðvum. Þannig að það er fullt af svona það sem að við erum að sjá svona kannski eitthvað hluti vera að raungerast, jafnvel í dag og jafnvel í umræðinni, sem að við getum svona skoðað svona hvort það er að gerast. Lýsing á mikilvægum áhrifaþáttum er í töflum þarna líka á blaðsjö 19 og við fjöllum það með alltaf. Þarna erum við að taka fyrir þá þætti helstu drifkraftan sem Karl kom inn á áðan, sem að menn vildu vera að velta sig upp líka. Hvernig hagar til þess hlutverki höfuðborgarinnar, hún verður miðstöð opinberrar stjórnsýslu en samt sem áður búið að einkavæða kannski, eða það sé að fela í hendur einkaaðilum. Þetta er ekki eingöngu public-private partnership, heldur svona að búið að svona fela öðrum rekstur ýmsa hætti. Samgöngukerfið kannski hnignandi að ykkur leyti, en gera verkum kannski með að jafnvel ykkurir aðlar, sérstaklega út á landi, eins og ég svo vitnaði áðan, kannski tækja sér með að reka hvort það er efla vegakerfi eða reka flugvelli og slíkt. Þannig að það er svona ýmislegt og ég ætla enn oftar að taka fram allar þessar sviðsmyndir eru lýsing út frá ákveðnum forsendum sem við gáum okkur upphafi. Þannig að við erum að færa okkur svolítið með þetta í aukakenndar áttir til þess að þetta vekja umræðu og það er ekki eitthvað svona sem að það á alltaf að vera raunhæft framhald af þessum forsendum sem við gáum okkur.
Það er líka athyglisvert með þetta skoða afkomu opinberra aðila í þessari sviðsmynd. Það sem við segjum að umfangi í opinberri rekstri fer minnkandi, einkarekstur vaxandi, hlutfall skatttekna sveitarfélaga hins vegar hefur hækkað verulega, þannig að opinberra aðilar kannski eru að standa svona alveg svo sem ágætlega þarna, en það er svo sem ekki má von vegna þess að þeir ekki leggja mikið í almenna uppbyggingu á landsbyggðinni. Ég ætla líka vekja athygli á þess að við völdum spám í orkumálin, þar sem að jafnvel að það eru víða smávirkjanir, en byggðalínan annar ekki eftirspurn og heimildu fyrir mannvirki til orkuflutninga yfirleitt synjað vegna umhverfissjónarmiða. Við erum líka til þessi skoðanir gætna núna þessa dagana líka, þannig að við getum hugsað, býtu, er þetta að fara að gerast og hvað þá? Þannig að sviðsmyndum er alltaf ætla að segja og hvað þá? Ég ætla að færa mig yfir næstu sviðsmynd, Holtasóli. Þarna er lýsingi svo að það er sterk samfélagsleg vitund íbúa umhverfismál og að nýta umhverfismálin eins og hægt er í sínu nærumhverfi, nýta auðlindirnar. Stjórnvöld sömuleiðis hafa vilja efla innviði og efla byggð út allt land, nota til þess öll þau tæki og tól sem þeim er unnt að nota. Hvort sem það er fólki með því að, eins og ykkur orða, að handstýra því eða gera með öðrum hætti, að þá vilja stjórnvöld með öllum hætti sem sé leggja áherslu á það að, já, ég ætla að færa þetta yfir, Holtasólina, að vilja stjórnvöld leggja áherslu á það að færa sem sé dreifbýlið, eða nýta sem sé að gera dreifbýlið jafnt undir höfði almost við þéttbýlið. Og það er athyglisvert að skoða myndina á blaðsíðu 20 sem er með öllum litlu deplunum á Íslandi, sem dæmið það að þarna sjáum við fyrir okkur að Ísland er með marga smáa þéttbýliskjarna, eða svona þéttbýliskjarna, já, og það er búið að ná svona, það er sátt svona þetta milli bæði sem sé ríkis og íbúa. Það er athyglisvert þarna hins vegar að opinber rekstur, afkomu opinber aðila er reyndar mun óhagstæðari, dýrari, hallarekstur ríkissjóðs, skuldasöfnun og slíkt, en margt annað má telja þarna sem sé sjálfsögur vera vel gert þarna. Þarna er öflugt vegakerfi og flugsamgöngur land allt, fjöldi innanlandsflugvalla og fjölga verulega frá sem er í dag, taka á í notkun og fjölgum millilandaflugvalla líka, tengi flug milli innanlandsflugvalla og millilandaflugvallana og svo framvegis. Þannig að, og sömuleiðis með sveitarfélögin að þau eru því sem sami fjöldi eins og er í dag. Í dag eru þau kringum 74 og reyndar hefur þarna þá orðið til líka þriðja stjórnsýslustigið komið til framkvæmda þar sem að sveitarfélög eru farin að vinna meira saman svona mitt og til að efla samstarf eftir landshlutum og slíkt. Næsta sviðsmynd, Smiðjan. Þarna hefur áherslu stjórnvalda enn og aftur snúist eflingu innviða innanlands og efla byggðakjarnana. Íbúarnir aftur móti eru kannski ekkit á því að vera svo mikið að spá í þessa hagrænu þætti, hagrænu sjónarmið og vilja og notkun auðlinda er með þeim hætti ef það borgar sig, þá bara kílum á það. Þannig ef við fáum fyrir peninga þá notum það. Við erum ekkert að velta okkur endalega upp hvort það hafi svo mikil umhverfisleg áhrif til lengri tíma. Og myndir sem er þarna fyrir neðan, einmitt þarna á blaðsíðu 22, lýsir ég svolítið mynd þarna þarna eru svona komin færri en stærri byggðakjarnar, sterkar samgönguæðar á milli þeirra og sviðsmyndin hnóturinn er það það eru einstaka byggðakjarnar mjög sterkir, tengjast með góðum samgöngum, hátt atvinnustig, mikil fjölmenning og allt það. Það er misjöfn nýting á fjárfestingum opinberra aðila þarna, á vegum og slíku. Þarna erum við komið með vegatengingar út allt, hálendisvegi og slíkt. Þannig að það er svona, og eins góð þjónusta í stærri þéttbýliskjörnum og það er gert svolítið mikið einmitt í því af hálfu hins opinbera einmitt að tryggja einmitt að allir geti fengið og geti unnið út á landsbyggðinni, út land allt eins og sem vilja, en það er ekkit endilega víst einmitt að það sé með þeim hætti sem að margir myndu telja æskilt út frá umhverfislegum sjónarmiðum. Og ég ætla að færa mig enn og aftur yfir í síðustu sviðsmyndina. Mér langar reyndar að vísu árið fyrir þarna, mér langar eitt að vekja athygli á vísu einu. Þarna segjum við varandi orkumála, sæstrengur til orkuflutninga komin til Evrópu. Orkuvinnslu og dregasvæðinu undirbúningi, þið sjáu þetta svolítið einmitt þarna verið að segja
Við leggjum áherslu á notkun auðlinda út frá hagrænu sjónarmiðum. Þetta hefði til þess aldrei verið hægt í sviðsmyndunum þarna fyrir ofan strikið eða fyrir ofan X-ásinn, vegna þess að þar voru sjónarmið íbúa með allt öðrum hætti. En þetta er hægt þarna fyrir neðan. Og þá getum við líka spurt okkur, ok, er þetta kannski að gerast í dag? Og alveg án þess að vera að leggja mat á hvort það sé jákvætt en neikvætt, þá getum við reyndar verið að greina þarna líka ákveðna þætti sem að vera að gerast. Og enn og aftur sviðsmyndirnar munu aldrei rætast nákvæmlega eins og skrifað hér, heldur eins og kom fram á glæninu Karl áðan, að þeim er ætlað að vekja okkur til umhugsunar um það, hvað þurfum að gera í dag, hvað ákveðna þurfum að taka í dag, en það munu aldrei rætast nákvæmlega eins og skrifar, en það geta ræst með einum öðrum hætti að ykkur leyti. Og þá er eitt eins gott að við séum tilbúin að mæta því. Og þá ætla ég að taka fyrir síðasta bæinn í dalnum. Það sem að áherslur íbúa snúast þéttbýlisþróun, menn hafa fylgt svolítið þessar almennu þróunum mitt í það með að menn vilji flytja á mölina. Það er gott kaffi latte í 101 og það er mikið af íbúa sem sé ferðamönnum og mönnum finnst gaman að njóta samvistar við fjöldan. Stjórnvöld eru bara nokkuð sammála þessu. Af hverju ættu að vera að kosta miklu upp á að byggja einhverja vegasamgöngur út allt land þegar íbúarnir vilja helst vera í svona ákveðnum fáum þéttbýliskjörnum. Þeir eru ennþá þetta nokkri til. Það sýnir myndinni mitt þarna, Íslandsmyndin neðstblaðsíðu 24. Það er reyndar aðalfjölgun hefur svona á stór höfuðborgarsvæðinu, það er Suðurnesjum á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri og svona nokkri staðir slíkir en það mætti svona að segja kannski þarna er engin þéttbýliskjarni kannski sem neinu nemi á Vestfjörðum og fleiri stöðum sem að kannski menn myndu vilja hins vegar sjá. Þarna hefur það gesti mitt að það hefur verið orðið svona skert þjónusta í dreifbýli verulega, en aftur á móti kann að hafa verið stórbætt í þéttbýlinu. Kann að vera að það sé búið að styrkja alla innviði, stjórnvöld hafa kannski sagt við ætlum að setja allt okkar svona meginhlutan okkar svona eyðslufé hefur við sett í að byggja upp hátæknisjúkrahús eða aðra innviði hér á höfuðborgarsvæðinu og svona 2-3 öðrum þéttbýliskjörnum og það eru kannski nokkrir þéttbýliskjarnar út á landi eða svona smærri sveitafélög sem eru mitt að reyna að berjast fyrir þeim að búi til einhvers konar stóriðju. Það getur verið fólk í því að laða til sín, ég veit ekki hvort það eru ferðamenn, það getur verið uppbygging með fiskeldi sem getur verið farið misjafnlega í sumið telja að vera svona hættulegt út frá náttúrulegum sjónarmiðum en aðrir telja ekki. Þannig að eins og við segjum þarna þróun atvinnugreina, störf á landsbyggðinni byggja á frumvinnslu og ferðaþjónustu, stóru uppbygging í einstaka sveitarfélögum í viðleitni til að snúa íbúafækkun, en orðstýr Íslands vegna ferðaþjónustu lands fer sem sé versnandi, ekki okkar síst vegna þess að það vantar svona sterkari innviði út allt land til að geta tekið á móti þeim. Vegakerfi kannski ekki að standa undir og neikvæð kommenta á Twitter, sem sé allskið svona samfélagsmiðlum sem gera verkum með þetta mennur ekki svona eins sáttir við kannski landi hvað það varðar. Þetta var svona síðasta sviðsmyndin sem ég ætla að fjalla með þetta. Svo erum við með skjal sem að kannski verið gott mitt fyrir ykkur mitt og eftir mitt að nota mitt í vinnunni og eftir og eins bara þegar sem sé farið hérna. Að bera saman sviðsmyndirna svolítið og skoða, getur þetta gerst? Við gerum þetta skjali svolítið byggt upp með því við setjum allstar hérna til umhugsunar, hvað aðrar afleiðingar geti orðið í þessari sviðsmynd eða þeirri þessari sögu á þínu áliti og hver geti orðið hugsanlega áhrif sögunar og þitt starfsumhverfi. Og það versta sem við lendum í. Það versta sem við lendum í er það með að vilja berja bara hausnum við steinu og segja nei, þetta getur aldrei orðið. Heldur verðum við að reyna að nota þessar sviðsmyndir og þær eru búnar til, eins og við getum sagt, að bestar manna yfirsýn. Það kom fullt af fólki að þessari gerð, fullt af fólki sem að tjáðu sig um þetta og við fengum mikla svörun líka úr spurningavögnum og það er alveg ljóst að framtíðin verður ekki svo að mögna að vera eins og ykkur orðað svo skemmtilega. Þannig við verðum einmitt að vera tilbúin til að segja hvað gerum við? Ef þetta er að fara að gerast, hvað ætlum við þá að gera? Hvernig ætlum við að bregðast við? Hvort það eru stjórnvöld, sveitarfélögin eða við sem einstaklingar og fyrirtæki ekki og síst að spá í það, hvernig getum við sem sé brugðist við? Hvernig ætlum við að sjá fyrir okkur? Við sáum á töflun sem Karl sýndi mitt mögulega þróun
í fjölda íbúa landsins ef að ferðamennum heldur áfram að fjölga eins og áætlanir gera bara ráð fyrir. Þetta er áætlanir sem koma bæði frá Ísafja, Arion bankundaginn og eins og við höfum framreiknað sem sé í þessari vinnu, að þá munum við vanta ekki fleiri þúsundir, fleiri tugþúsundir starfsmanna, bara til að geta staðið undir í árið 2030. Og þeir þurfa okkur miklu frá, meira heldur en bara við erum svona að fæða og okkur er að fjölga eðlu árferði. Og hvað ætlum við að gera þá? Hvernig ætlum við að bregðast við? Hvað áhrif mun það hafa á byggðir landsins út allt? Og við erum ekki að segja að þetta muni gerast nákvæmlega svona, en við þurfum að skoða það. Við þurfum að skoða alla þessa þætti. Og þess vegna er þessi samanburður á milli sviðsmyndana. Hann er svo góður, hann er svo hollur til þess að velta fyrir okkur að hlutinni verði ekkert nákvæmlega eins og þeir eru í dag. Við munum klárlega breytast. Og það eru sérstaklega við erum að tala um íbúaþróun, búsetuþróun, að við þurfum eitthvað að stokka upp. Og það er mjög gaman ég sagði frá reyndar í morgun reyndar líka. Þegar við tókum bæði viðtöl og eins í spurningavagnunum sem er rafrænu, þá voru margir okkar ágætu viðmælenda á því að við þurftum fyrst og fremst að velta fyrir okkur hvort það væri kvótinn til staðar. Kvótinn væri bara algjört möst. Svo hefur búin að heyra þetta svolítið víða, þá fannst við að vera svolítið kannski að tala við svolítið einsleitan hóp. Væri kannski kvótinn ekki allstar þar sem væri skipt öllu máli. Þannig við fórum líka að tala við yngri kynslóðina. Yngri kynslóðin sem er að spáði það hvort að hún geti stundað hugbúnað þróun og selt hugbúnaðan sinn í Silicon Valley í Bandaríkjunum eða út allan heim. Hvar sem þau búa myndi ykkur sjávarþorpi ekki. Þessu fyrir okkur skiptir kvótinn ekki með öllu máli. Er ekki fjöldi þeirra sem alltaf vinna í sem sjávarútvegi til dæmis, svo ég taki það sem dæmi, alltaf að fara fækkandi. Þessi skiptið þau máli var það hvort það er alvöru nettenging og reyndar, sem var mjög athyglisvert, hvort það væri þetta samfélag sem sé til staðar til þess að setjast niður á kaffihúsi, eins og eitt kommenti sem kom að náðan, setjast niður og að tala saman, því maður er auðvitað manns gaman. Og við spurðum það líka í þessari vinnu, við þá sem við tölum við. Af þeim þáttum sem þið hefur mestar væntingar til árið 2000, nú erum við að hugsa til 2030, já, meira meina jafnlangt þangað til. Hvað var svona mestu vonbrigðin? Það var fjarvinnslan, það kom mest oftast upp. Og þá sem við byrjuðum af hverju var það? Að því menn vildu líka fá að hittast, menn vildu líka fá að setjast niður, þannig að kannski þarf, og það er kannski verið svona eitt af lokaorðum okkar hérna, kannski þurfum við að huga fleiri þáttum heldur en akkur bara það að leggja ljósleiðara eða tryggja kvóta eða hvað svo sem það er. Það þurfum líka að huga öllum þessum samfélagslegu þáttum innviðum sem þurfa að vera til staðar. Og svo ég færi bara réttir myndi í þessu næstu skref hérna. Þið munum á eftir að vera að fjalla þetta út af gerð byggðaráætlunar sem er mjög gott og þarft dæmi. En stjórnvöld, ekki bara okkar ágæti ráðherra sem sé byggðamála, heldur sem sé öll stjórnvöld. Og svo ég aðeins svona misnúti aðstöðu mína, þá vegna sem við Karl hefur verið að tala um það þyrfti nú verið til ráðuneyti framtíðamála. Bara svona skjóta. Allan að tryggja það að stjórnvöld öll væru að rýna til framtíðar, hvort sem með þessa hérna skýrslu ykkur aðra. Sömuleiðis þurfa stofnanir, atvinnuráðgjafar og sveitafélögum að landa allt að nýta sér þetta til sem þetta aðeins að staldra við. Bölva svolítið í hljóðu og segja nei, þeirra var heldur betur farið nú yfir striki þeir sem voru búið þetta til núna. Þetta getur þetta aldrei gerst. En ef að mennum fannir aðeins og taka sér þessu umræðu, þá er strax svona hluta tilgangur náð. Og það er samanskildið fyrir fyrirtæki og aðra hagaðila. En lykilatriði hjá okkur að við viljum höndla nýtt viðhorf, nýta tækifæri til velferðar sem sé með því að rýna til framtíðar. Takk fyrir mig. Já, við þökkum þeim framtíðarsetursmönnum kærlega fyrir þeirra áhugaverðu greiningu og þá skýrslu sem hér liggur til grundvallar, til umræðu. Áður en ég hleypi Þóroddi þá ætla ég aðeins að gefa ykkur færi á því að spurja þessa ágætu herramenn ef það er eitthvað óljóst í skýrslunni eða aðferðafræðinni eða eitthvað sem að þið viljið hnykkja sérstaklega á, gefa ykkur færi á því núna. Er einhver sem að vill?
Gjörðu svo vel. Já, við, Ég held að kannski ég er að endurtaka spurningu. já, sko, það er spurning hvort að aðrir þættir sem sé ekki bara kaffhús heldur sem menning hafi svona mikil áhrif mitt í þessari búsetuþróun og það vissulega ég tók þetta bara sem dæmi svona kaffhúsa menningu, við getum orðað þannig, en það er alveg klárt málum mitt að innviðir, menningarlegir innviðir hafa gífurlega mikil áhrif og það er líka nefnilega mjög athyglisvert að veltaði fyrir sér, einmitt annars sko hvort að við sem mitt annað erum með að vinna við þessum málaflokk sko og það kom sérstaklega vel mitt annað fram í þessari vinnu þegar við erum að huga að atvinnu uppbyggingu framtíðar og menn segja það er ákveðin menning sem er ákveðin stöðum sem við þurfum að tryggja og þá segum við líka já og svo ætlum við að fara að laða til okkar til dæmis nýbúa sem er mjög hlindur, fjölmenning og allt það þá þurfum við að tryggja líka að viðkomandi aðilar passi eða það sé að komist inn í þá menningu og líka það atvinnulíf sem við erum að fara að byggja upp að það bjóð upp og að menningin sem sé haldi áfram til dæmis sko, menning sem eða þessi atvinnulíf sem byggjar á mikilli til dæmis sko, vaktavinnu og slíkt getur verið jafnvel svolítið varasum fyrir menningu einstakra svæða af því að þá bara vantar allt í þá sem áttu að vera að æfa fyrir leikritið vegna þeir eru allir á nætuvakt og svo framvís en þetta var vissulega rætt líka kemur alveg samanlega fleiri ykkurar spurningar, já. Mm-hmm. Og það sem að verða er að við stefnum mjög hraðir inn í víða skort og framboð á rafmagni, einhver tryggja þessa rafmagni. Og ég bara kalla eftir samtali við sveitarfélögum vegna þess að ég er að reyna að fara hér ferðina til þess að ræða orkumál, því það verður eitthvað að gera ef á ekki að stefna í algjört óefni. Þetta var sem sé fulltrúi frá Orkustofnun sem að tjá hvað það er mitt að, svo ég tjá sig að það er mitt fyrir upptökuna, að hennáldi séu við nú þegar einmitt í allan að 1-2 af þessum sviðsmyndum stefna hraðbyrði í óefni af mörgu leyti með sérstaklega vanandi orkumál ef ekki verið aðgert og þá vonandi getur þessi sviðsmynd að vinna einhver leyti með gagnast eitthvað líka. Þeir eru akkurat svona hagaðalega sem við erum að kalla eftir að nýti sér þessa vinnu. Fleiri spurningar eitthvað áður að þið farið? Já, við höfum kynnt okkur mjög vel með þannig kollega okkar þegar þú veitnar í Finnlandi. Finnar eru til dæmis mjög framalega á þessu sviði og sumir hafa að telja það hvernig Finnar hafa svona náð að byggja sem upp úr einu ýmsustu hremmingum sem þeirra lent í. Sé ekki hvað síst vegna sem þeirra hafa náð að byggja sér upp svona ákveðna framtíðarýni og þannig að við vissulega kynntum okkur það, alveg rétt. Já, kærar þakkir fyrir þetta enn og aftur. Þá ætla ég að biðja Þóróð Bjarnason að koma hingað. Yfirskriftin á því sem að hann ætlar að tala hér er áhrif niðurstaðna fyrir stefnumótun byggðaáætlunar 2017 til 2023 og hans hlutverk er að svona draga út þræði úr þessum niðurstöðum sem að við svo ræðum í hópunum á eftir. Gjörðu svo vel, Þóróður. Takk fyrir. Það er mjög áhugavert sem að framtíðarsetri hefur verið að kynna hér. Og við sem komum úr félagsvísindunum, að við erum kannski svolítið svona í fortíðarsetri Íslands,
við viljum sko gjarnan spá fyrir það sem hefur gerst í fortíðinni en okkur finnst það nú oft hálfgjört vúdú að fara að spá fyrir hvað gerist næst, en það geta spáð fyrir af hverju við erum það sem við erum, það svona okkar kannski megin viðfangsefni. En þetta skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli vegna þess að byggðastefna í landinu hefur nú oft verið lituð af því að vera svona byggðaóskir. Og það alveg saman hvort við litum á sko sveitarfélög, það ekkert byggðarlag svo aumt að það sé ekki á aðalskipulaginu hvar nýja raðsokverfið er vera. Og sama hátt getum við sagt byggðastefnan hefur kannski markað svolítið mikið af óskhyggju og það alltaf í óskhyggju. En það sem hefur kannski vantað er að það sé svona greining á því hvert við stefnum, hver þessi þungi niður, hvert stefnum við og hvernig getum við haft áhrif á það hvert við stefnum. Og þarna held ég að sko þetta vinnulag sem að er lagt upp með í nýrri byggðaáætlun, þar sem að það er svona lítill hópur sem að kemur þetta til með að skrifa plaggið, svo er ráðgjafaráð þar sem er fólk úr ýmsum áttum sem kemur til þess að gefa þeim eitthvað feedback á það sem þeir eru að gera. En síðan það að sko kalla saman hóp eins og þennan til þess að ræða málin, og þarna held ég að skipti mjög miklu máli að við áttum okkur á því að ef að niðurstaða okkar hér í dag verður svo að það þurfum að bæta samgöngur, efla heilbrigðisþjónustu, fleiri menntatækjafæri, meiri menningu, að þá hefur þessum sko sennilega 100 klukkutímum verið illa varið, því þetta vissum við til að byrja með. Og þetta að sjálfsögðu skiptir máli og þessi þættir að sjálfsögðu verða í þeirri nýju byggðastefnu sem verður lögð upp. Hins vegar er spurningin, sko, þegar við erum búin að velta þessum sviðsmyndum fyrir okkur, sko, höfum við eitthvað að segja sem við höfum ekki sagt 100 sinnum áður? Er eitthvað sem að við viljum leggja til málana, því þarna er svona svolítið búið að kippa okkur upp úr hjólförunum. Og ég sem sá þessa greiningu bara núna fyrst í dag, en get ég flett hérna aftur og bak. Að sko, ég klóraði mér eiginlega mikið haustum yfir þessu hér, þessum lista yfir mismunandi sviðsmyndir, og svona það sem að vafðist fyrir mér var það að mér fannst þetta ekki endilega hanga saman. Það er að segja, þó þú teldir að það sem væri í fyrsta reitnum, fyrsta dálki væri framtíðin, þá er ekki þar með sagt að það sem væri næstu röð væri það. Svo allt í nú rann upp fyrir mér og við eigum náttúrulega að fara í dúkkulísuleikna þetta. Það er að segja, það sem er þarna í þessum línum, þetta er ekki endilega þannig að þetta séu andstæður. Stundum eru það andstæður, stundum eru hlutir sem að geta, sko, tvennt getur gerst og þrennt getur gerst. Og stundum er það jafnvel þannig að, sko, jú, ég vil geta hann að þetta gerist, en þarna stendur sko að skuldsetning sveitarfélaganna verður upp á öllu valdi, ég vil það ekki endilega. Að ég held að þessi tabla sem er á hvað blaðsíðu er þetta? 20, já, þetta er kannski ekkert vitlaus sko samkvæmisleikur til þess að fara af stað með. Að fólk horfi aðeins á þessa tablu og bara kroti svolítið í hann. Að bara fara aðeins yfir hann og gera, bara merkja aðeins við, sko. Að strika yfir þá hluti sem við viljum ekki sjá í framtíðinu, það sem við viljum sjá í framtíðinni. Án þess endilega að þurfa að velja okkur einhvern einn dálk og segja að ég vil að þetta, allt sem er þessum dálki gangi eftir. Því það sem að við vonandi fáum út úr umræðinum eftir er það að fólk annarkvort segja og hugsa hluti sem það ekki sagt og hugsa áður, eða í það minnst að segja og hugsa öðruvísi heldur en það hefur gert. Þannig að þeir sem er að vinna þessar tillögur, sem að óhjákvæmilega eru svolítið föst í þessum stóru verkefni sem við vitum öll hver eru, að þeir fái aðeins að líta upp líka, sko. Þannig að ef við notum þennan, hvað hefur við, klukkutíma? Já, 1,5 tíma. Já, svolítið svona, að velta fyrir okkur þessum þessu skema, þessum svona mögulegu útkomum sem að við getum hort fram á árið 2030 og veltum fyrir okkur, ok, þannig að þegar við horfum á þetta frá þessu sjónarhorni, þegar við veltum fyrir okkur þessum möguleikum, hvað myndum við vilja sjá í byggðaáætlun? Og þá eru kannski einhverjir sem fara svona rót í töskun og segja ég er ekki með gömlu byggðaáætlunina hérna. Að ég held að sko það sé einmitt bara mjög gott að ef þið kunnið hann utan bókar þið reynið að gleyma því. Þar sem við bara horfum svolítið á þetta svona svo autt blað og segjum ok, miða við þessar mögulegu framtíðir, ég er mjög hrifinn af framtíðum í fleirtölu eins og þeir leggja til, svona landsbyggðirnar, framtíðirnar, að sko ef við veltum fyrir okkur sem mögulegu útkomum, hvað viljum við sjá í nýrri byggðaáætlun til þess að ýta undir það sem okkur líst vel á því sem komi fram og til þess að það sem okkur líst ekki á komi ekki fram.
Þannig að það, ef ég skil rétt að þá eru svona hópstjórar hérna, það eru hvað eru mörg borð? Það eru 8 borð. Við leggjum upp með 6 borð. en það er ekki víst að við Nei. máum meta eftir kaffi. Já, þannig að hugmyndin er kannski svo að það sé sem sagt að það sé einn hópstjóri á hverju borði sem að tekur niður punkta. Þeir punktar fari allir til verkefnistjórnarinnar. Við skulum hins vegar ekki hafa þannig að síðan komi hópstjórarnir upp og lesa alla punktana. Við tölum þetta og svo tölum þetta, það fer allir tíminn í það. Punktarnir fara til verkefnistjórnarinnar. Það sem að við hins vegar kannski myndum reyna að gera þegar hóparnir eru búnir er að séu kannski einhverju 3 punktar á hverju borði sem við leggjum inn í púkið. Og svo sjáum við hvort við getum ekki svolítið tengt saman umræðinu hérna. Þegar tilgangurinn er náttúrulega sá að sko nýja byggðastefnan verði fjölbreyttari og betri heldur en hún var og við einhvern veginn nýtum þessa vinnu sem hefur verið unnin til þess að hugsa pínuð upp og nýtt, horfa aðeins öðruvísi á hlutina. Þetta er það sem ég þetta í hug, hvað segir um þetta? Já, ef að þetta dugar ekki til þess að lyfta andanum upp, þá er minnst kaffi hérna frammi, Helgi. Er ekki komið kaffi hérna? Já. En það er að banna þá að spjalla frammi, það er að spjalla við borðin, eða ekki? Já, í sjálfu sé maður bara dúkulísi leik, sko, maður velja að hafna, sko. Það ekki? Ég held að við þakka þér fyrir Þóroddur. Ég held að verkefnið sé svona minnst tiltölulega ljóst og það skýrist auðvitað bara betur þegar að þið byrjið að tala saman hér á borðanum á eftir. Ég var að spyrja um það, Hólmfríður og Snorri, er kaffið komið frammi? Nei, það er ekki komið, þá væri nú gott kannski að kalla eftir því. Því að ég held að þó við séum örlítið svona kannski á undantímanum sem er óvanalegt, að þá held ég sé ágætt að standa aðeins upp og spjalla örlítið, átta sig betur á hvað það er sem við ætlum að segja hér á borðunum á eftir og ná sér endilega í kaffi og koma bara með það inn þegar það er komið. Það átti að vera eitthvað meðlæti, var það ekki? Já. Þannig að við skulum allavega gera svona 10 mínútna pásu, standa upp, ná okkur í kaffi og með því. Ég held að hljóta vera að fara að koma og svo komum við hér inn aftur og þá skýrum við betur hvernig röðunin á borðin verður.